Við hjá rekstrarþjónustu, við erum alveg ótrúlega spennt að tilkynna að breytingarnar sem við tilkynntum í lok október eru að fara að verða veruleika hjá öryggisþjónustu núna 16. september. Við erum að auka þjónustuna hjá öryggisþjónustu með því að búa til í rauninni 4 hlutverk hjá öryggisvörunum okkar, en það er sérst á vaktmiðstöð, farandi eftirlit, staðbundið eftirlit á Hringbraut og Fossvogi. Við fórum í þessar breytingar vegna sem við vildum virkilega hugsa hvar erum við að nýta starfskraftana okkar, það sem að deildarstjórar og aðrir vilja eða þurfa á þjónustuna að halda, og eftir að við vorum búin virkilega hlusta á þá ákveðum að fara í þessar breytingar, en þetta er líka í tengslu við nýja spítalann að vera tilbúinn þegar hann kemur með eins og vaktmiðstöðina. Sem er svona okkar stjórnstöð sem að vaktar myndavélakerfi, hússtjórnunarkerfin og er bara 24/7 að fylgjast með öllu á spítalanum. Svo erum við með farandi eftirlit sem er glænýtt líka og er svona eins og við þekkjum frá öryggisfyrirtækjunum, þar sem að það er öryggisvörður á bíl sem fer á milli staða, hann bregst við útköllum á öryggiskerfin, hann fer í húsinu aðstoðar ef það vantar einhverja aðstoð. Sömuleiðis ef öðrum öryggisvörðum vantar aðstoð þá fer hann á milli og bætir í þann hóp. Og svo erum við með þetta gamla sem við þekkjum sem er öryggisvörðurinn í húsinu sem er í þessu staðbundna eftirliti á Hringbraut og svo í Fossvogi. Og svo er það sem við erum að breyta á þessum minni starfsstöðum er að við erum að taka út þessa gömlu öryggisgæslu og skipta því út fyrir meira þjónustuhlutverk. Og þar verður meira umsjónarmaður hússins sem það er kannski minni þörf á beinni öryggisgæslu þar en meiri þörf á meiri þjónustu. Við erum hérna í gömlu kaffistofun okkar sem að öryggisvörður hérna á Hringbraut hafiðu, og þetta hérna verður vaktmiðstöð frá og með 16. september, og það er verið að flytja alla skjái sem hafa verið hérna í vaktbúrinu hérna fremst, þeir eru að fara hérna inn, og öll kerfi, öll stýrkerfi, hússtjórnarkerfi, allt sem er tengt því hvað varðar öryggi byggingarna, að það fer allt hérna yfir. Og mínum bakgrunni hjá Securitas þá var ég í mikilli uppbyggingu og breytingum tengslu við flugstöðina. Og mér líður oft eins og ég sé flugstöð að vera á spítalanum. Fólk er að koma í rannsóknir og svo náttúrulega líka bara milli lífs og dauða. Fólk er að koma hérna að taka á móti börnunum sínum, og svo er fólk hérna að koma og kveðja nánustu. Og við erum náttúrulega svona partur í því að svolítið halda utan um alla þessa starfsemi. Við erum að sinna líkflutningum, við erum líka að sinna því að bara alls konar öðrum verkefnum opna fyrir starfsmenn sem gleyma lyklunum sínum eða eitthvað svoleiðis, þú veit. Ég er búinn að vinna á Landspítalanum núna í 9 mánuði og það kom mér mjög óvart að sjá þegar ég kom hérna hversu stór þessi deild er, öryggisdeildin. Og fyrsta sem ég hugsaði þetta er bara eins og öryggisfyrirtæki út í bæ. Þetta er bara 40-50 öryggisverðir, en þeir voru allir að gera það sama. Þeir kunnu allir svolítið mikið í öllu. Ég var sjálfur í 12 ár hjá Securitas áður og það sem ég hugsaði þegar ég kom að mér langaði svolítið það er tækifæri til þess að gera þetta að öryggisfyrirtæki og veita alvöru þjónustu og breyta þessum gömlu hlutverkum þar sem allir voru að gera smá í öllu og búa til sérfræðingana á stjórnstöð í farandi eftirlit og þannig veita betri þjónustu og meira öryggi. Þið munuð aðalega finna fyrir breytingunum eins og í móttökunum núna verða móttökustarfsmenn og skjáirnir fara allir inn í vaktmiðstöðina. Þannig að við teljum að við munum ná að vakta betur vegna þess að þar eru öryggisverðirnir aðeins að vakta, ekki líka að taka á móti og slíkt. Minni starfsstjórar munu finna fyrir þessu að við ætlum að vera með meiri sýnileika þar, bæði með farandi eftirlitinu og svona þjónustustjórum. Við teljum að þetta sé aukin þjónusta við starfsfólk spítalans.